Lára, það er 1-0 sigur niðurstaðan, hver er bara svona sín á leiknum? Sínum leiknum, það var ekki mikið færi í þessu leik en mér fannst við spila boltann oft á tíðum nokkuð vel. Mér fannst við verjast þeirra sóknum vel í leiknum. Leikmenn voru að gefa allt í þetta og ég held að við höfum búin að skjóta tvisvar í stöngina. Gísli Eyjólfs fekk mjög gott færi í fyrri hálfleik eftir aukaspyrnu hjá okkur. Þannig að maður var svona svolítið farin að lengi eftir markinu hann í lokin og mjög sætt að sjá hann fara inn. F-fæðingar voru eitthvað pirraðir yfir því og vildu meina að þetta væri rangstöðumark, það sem kannski er erfitt fyrir því að sjá það? Ég hef bara ekki hugmynd um það, fyrsta sem ég heyri að því. En svona bara, hvað fannst það svona skilja að þín í kvöld? Ég held að við höfum bara endanum haft aðeins meiri gæði. Þrátt því ég segi það, þá er F-liðið gott. Þú sér þetta lið sem F stillir í dag er með Úlf og Kristján Flóka frammi, með Kjartan Kára og Arnar Borg á köntunum, með strákana 2 á miðjunni. Þetta er hörkulið sem við erum með. Svo erum við með Gils á bekknum, við erum með hörkuspilar á bekknum líka. Þannig að ég er gríðarlega feginn að hafa komið hingað og náð þessi 3 stig því ég er alveg fullviss um það að F ætlar að fara á rönn. Þú veist svona, bara allt annað F-lið sem við sáum inn í kvöld heldur en erum búin að sjá kannski síðustu umferðum. Kannski svona óhefnir, þið kannski óhefnir að lendi í því að þeir sem er með svona velmanna liði í kvöld? Já, maður er alveg búin að sjá þetta að koma, við erum búin að vera að skoða og þeir náttúrulega hálfpartir hendur leiknum á móti Víking. Þeir voru einhverju hluta óhefnir á móti KA leiknum þar á undan. Þannig að leikurinn á móti Fylki var nú bara eitthvað flúk sko, sem getur gerst en þannig að þetta er að koma hjá þeim og þegar þeir eru að fá leikmenn tilbaka eins og Úlf þá kemur þetta hægt og rólega hjá þeim og þeir eru með hörku mannskap og þess vegna er þessi 3 stig hérna í Keflavík alveg gríðarlega mikið. Bara hversu mikið gefur þessi sigur eitthvað fyrir framhaldið? Hann gefur okkur mjög mikið, þetta er búið að vera svona, ég ætla ekki að segja erfitt, en þetta er búið að vera, þetta er búið að reyna pínu á. Þetta sem þessi 2 mánuðir sem búnir eru, það er ýmislegt gengið á, við höfum verið að spila vel en höfum ekki verið að fá stigin sem við teljum okkur að átt að fá. Þegar þú ert að missa leiki úr 3-1 eða 2-0 niður þá reynir það á og það er erfitt fyrir hausinn en allt kredit fyrir strákana að koma tilbaka og halda áfram og vera þolinmóðir þá ég held að allir sé það hvort sem það er inn í leikmannahópnum okkar eða fyrir utan að við erum að rétti leið með þetta. Það eru búin að vera hellinga breytingum hjá okkur og Gísli Eyjólfs meiðist í fyrsta leik, tók hann tíma til að koma tilbaka, spila middur á móti Breiðablik til dæmis. Þannig hann er svona að komast í sitt formatur núna, Rúnar er búin að vera frá allan tíman hjá okkur, við missum markmann hjá okkar, þannig að það er ýmislegt gengið á þennan tíma. Þannig að það var mjög mikið að fá þessi 3 stig núna og núna svona er þessu fyrsta kafla mótsins lokið, nú fáum við smá frí og erum í ágætri stöðu í deildinni til þess að svona bara horfa fram veginn. Búin að vera svona ákveðna gagnrýnisraddir í kringum skagalið, finnst þér kannski sú gagnrýni af eitthvað leyti kannski ekki eiga rétt á sér? Hvað gagnrýni áttu við? Svona að þetta sé ekki búið að fara eins vel af stað og kannski vonir stóð til? Já, ég meina sko við vissum alveg fyrir móti að þetta yrði mjög stutt á milli og það er það sem við tölum hvort sem það er innan hópsins eða í stuðningsmannahópum upp á Skaga. Við vitum að það er mjög stutt á milli, í fyrra var mjög stutt á milli. Þú eru bara örfáir sigrar eða nokkur töp þá þú annarkvort þetta í fallbaráttu eða þú ert í baráttu um Evrópusæti. Þannig að við gerum okkur alveg grein fyrir þetta yrði erfitt en gagnrýnisraddir, ég held að séu flestir sem sýna skilning hvað við erum að gera. Ég held að séu þeir sem að koma á leikinn og hafa verið að sjá leikinn hjá okkur hafa séð hvernig við höfum verið að spila og ég held að við höfum fengið meiri þolinmæði einmitt út af því hvernig við höfum verið að spila. Svo er ekki verið neitt svona leyndarmál því að við varum að reyna að fá Tryggva Hrafn upp á Skaga og einhverja sögur um að þeir séu búnir að bjóða nú samning þegar samningans við Val lýkur. Hver er svona staðan þar? Sko ég á alveg nóg með þjálfarliðið, ég stend ekkert í þessu. Það ég held að sé alveg vita mál hver afstaða Skagans er gagnvart Tryggva og ef þú þarft að fá fleiri upplýsingar um það þá er hann náðinn Ingimar. Þannig að enga fréttar að Tryggva Hrafn enn sem komið alltaf? Ef þú færð þær ekki frá mér. Takk fyrir.